þessum dagskrárlið og þá Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi, óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það ágætt að taka þetta hér til umræðu vegna þess að það í fyrsta lagi augljóslega alrangt sem fram kemur í bókum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að það sé verið að hafna viðræðum eða samskiptum við skógræktarfélagið. Þvert á móti þá gerir umsögnin sem meirihlutinn gera sinni ráð fyrir því að það verið rætt við skógræktarfélagið. Það alveg rétt, það ágætis reynsla af því, en þó hafa verið uppi deilur eignarhaldið á skóginum eins og borgarfulltrúar ætti að þekkja. En það ekki aðalmálið í þessu. Aðalmálið kannski það að þau landsvæði sem talin eru upp í erindi skógræktarfélagsins eru það bil þriðjungur af öllu borgarlandinu. Fjórðungur kannski. Og hugmyndin jú að borga skógræktarfélaginu fyrir að planta í öll þessi svæði eða hvað? Hefur borgarfulltrúinn slegið einhverju máli á það hvað slíkur samningur væri umfangsmikill? Eða getur verið að þetta sé svona einhvers konar upphlaup til þess að reyna að komast í mjúkin hjá vel metnum og góðum grasrótarsamtökum sem borgin hefur áratuga góða reynslu af samstarfi við, í staðinn fyrir að fallast á það sem ég held að flestir innan skógræktarfélagsins hafi nú hugsað að líklega sé betra að semja einhver afmörkuð svæði. Því að Róm var ekki byggð á einum degi, það verður ekki planta skógi í Reykjavík á einu ári eða slíku og erindi var einfaldlega sett upp fyrir öll hugsanleg skógræktarsvæði í Reykjavík en ekki þá eðlilegu forgangsröðun sem núna mun fara fram í góðum og vonandi árangursríkum viðræðum við skógræktarfélag Reykjavík. Borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og óskar borgarfulltrúi eftir að koma upp í andsvar í ræðu. Nei, ég veit að það að segja já, andsvar við ræðu. Eða var hann ekki með andsvar eða hvað? Ok, þá veit ég andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Gjörðu svo vel, takk fyrir aðstofuna. Takk. Forseti, virðulega borgarstjórn. Það mjög ónákvæmt hjá borgarfulltrúanum að hér sé í rauninni verið að opna faðminn gagnvart skógræktarfélagi Reykjavíkur vegna þess að, og ég held ég rjúfi engan trúna þó svo ég bendi á að það þurfti 2 uppköst að svari til skógræktarfélagsins vegna þess að minnihlutinn bað það að skógræktarfélaginu yrði svarað með vingjarnlegri hætti heldur en upphafi stóð til. Einfaldlega vegna þess að borgin svaraði þannig að það var ekki neinn vilji til samstarfs eða sem heitið getur. Það var einhvers konar sýndarmennska í því svari. Við báðum að það yrði þó allavega skrifað upp á nýtt bréfi þannig að það væri hægt að setjast niður með þessu ágæta grasrótarfélagi og við myndum heyra hvað þeir hefðu að segja og svo framvegis. Þannig að það rétt að það komi fram og það fyrst og fremst það sem við erum að gagnrýna. Það tónninn sem að borgin sendir sjálfboðaliðum og einkafyrirtækjum sem eru hérna úti að vinna að þessum störfum. Við eigum að fagna slíku samstarfi, við eigum að efna til þannig samstarfs og reyna að draga það fram ef við mögulega getum. Í þessu tilviki þessu þveröfugt farið. Það eins og við teljum að það sé betra að öll störfin séu hjá borginni, að þeir sem á gróðursetji trén séu opinberir starfsmenn, frekar heldur en starfsfólk skógræktarfélags Reykjavíkur og þetta ekki eina málið sem svo hagar til og ég held að við ættum að vera miklu duglegri við það að treysta félagasamtökum og einkaaðilum til þess að gera svona hluti. Og það var mjög mikið vantraust sem að fólst í svarinu til skógræktarfélagsins og líka í því svari sem að nú sent út. En ég tek undir það með borgarfulltrúanum að ég vona að það komi eitthvað gott út úr þessum viðræðum og við látum þú ekki bara hafa einhver minniháttar verkefni, heldur treystum þeim fyrir stórum verkefnum eins og jafnan hefur verið í samstarfi við skógræktarfélagið. Þá hefur borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson lokið við það að veita andsvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð að viðurkenna að ég kem algjörlega á fjöllum varðandi einhver meint
drög að svörum eða annað slíkt sem alls ekki til afgreiðslu hér, heldur endanlega umsögn umhverfis- og skipulagsráðs sem óbreytt, sem var samþykkt og tekin upp óbreyttu borgarráði, og þar sannarlega talað viðræður við Skógræktarfélagið. Það sú afgreiðsla sem hér til umræðu, en ekki einhver óljós samtöl sem að borgarfulltrúinn kann að hafa átt við einhver aðra. Og ég bið hann að reyna að leiði ekki talið að einhverju sem alls ekki til afgreiðslu eða til umfjöllunar hérna. Þetta sem formlegt erindi það að samið verði við Skógræktarfélag Reykjavíkur skógrækt á fjórðungi eða þriðjungi alls borgarlandsins, og það ansi stór bit að kyngja. Og niðurstaða borgarráðs var sú, og þar var tekið undir niðurstöðu umhverfis- og skipulagsráðs, var að ganga til viðræðna við Skógræktarfélagið minni áfanga og forgangsröðun, enda ekki víst að það sé skynsamlegt að ráðast í svo stórt verkefni sem augsjónlega dýrt, enda heyrði ég hvorki mat á því hvort þetta væri hugsanlega of stórt svæði né kostnaðartölur í máli borgarfulltrúans, enda held ég að þetta upphlaup sé ekki mjög hugsað því miður. Þá hefur borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsson lokið við að svara andsvari. Má bjóða fulltrúum Bestaflokksins og Samfylkingar að láta bókun úr úr borgarráði og umhverfis- og skipulagsráði koma fram hér? Já. Þá hefur það komið fram að fulltrúar Samfylkingar og Bestaflokksins vilja láta sína bókun einnig koma fram hér. Þá ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum í 5.